Jóni, jafntefli, já, toppslag sem margir telja, ekki vonbrigði að hafa ekki fengið 2 stig af því að þið voru nú komnir í góða stöðu. Jú, það er sammála því, það var mjög hörkuleikur og við fórum svo sem illa að ráða okkur í sammála því að við vorum konið í góða stöðu seinni hálfleik en komum okkur í rauninni í það vonda stöðu að ég er rauninni á karakter í okkar stelpum að rauninni ná stiginu því að við vorum eiginlega komin í bara smá brass en svona heilt yfir, já, mér fannst þið svona vera líklegri til þess að koma í 4-5 í seinni hálfleik og svona en já, þetta var svo að segja, þetta var við vorum einhvern veginn svona sjálfum okkur versta svolítið, sérstaklega sóknarlega, við fórum illa með boltann og svo var þið hún vel í markinu líka þannig já, þetta var bara gaman að fá hana leik svona snemma líka, svona gefur aðeins gefur þessu svona kraft, það var ólíkur leikur sem við spilum fyrir norðan síðast, það var frábær mæting á okkar fólki nefnilega fyrir norðan og sama núna, þannig að þú veist svona, fyrstu 2 leikina allan með það, þá var þetta bara skemmtilegt og ég hlakka til veturins. Já, þannig að þetta vonandi þessi deild sé upp á meira heldur en bara þessi 2 lið? Já, klárlega, ég meina við erum svo sem, og við veit allt það, við spilum við æfingarleik við FH og Háka fyrir mót og þannig að bara fullt af flotti liðum í þessu og já, ég var bara kannski aðalega vandamáli á það að þjálfarinn var riggaður og síðasta sókninni var katastróf uppleik hjá þjálfarinn sem að staðleikur stelpunnar þannig að ég þarf að vinna það tilbaka en nei, menn að mér fannst umgjörinn flott og hart barist og gæðin á handboltanum voru kannski það var mikið spenna og menn vissu það greinlega bæði lið að þetta var mikilvægur leikur og það þýðir það núna að við þurfum að vinna fyrir norðan þegar að því kemur en það er langt þangað til þannig að núna nú vinnum við okkar málum og reynum að vera betri næsta leik. Já, það var svona greinilegt eins og þú segir, það var spenna í lokin, afturhalding fekk sókn og boltinn kastaði út af og þið í dauða sókn og gafst ekki tekið leiklið eða hvað? Nei, ég var búinn með leikliðinn og þeir hinn meginn líka tóku hana það, þannig að það var ekki að taka leiklið en og það er ekki uppáhald þjálfarana að síðustu sóknirnar hjá báðum liðum endi í tæknifeil, það verður að segjast eins og er og það kannski segir svolítið bara að það var mikið undir og það er það sem mér fannst gaman að þetta var frábær varnarleikur, það má ekki glemma því ef mikið tæknifeil þá lítið það vörnin í hinnin að vera góð og heilt yfir og voru við varnarlega góðar en þær keyrðu meira á okkur en við áttum von á þannig að mikið af mörkunum þeirra kom úr þegar við þriðja tempói sem við náðum ekki bara að snúa og þannig að já, það var bara margt í þessu sem var gott og líka fullt af hluti sem þetta lag og það verður vonandi gert. Það er svona gamli frasinn að það er ýmislegt sem gott sem hægt að taka með sig úr þessu öllu smá. Já, næst besta niðurstaða ef maður vinnur ekki, þá er það að gera jafntefli. Þannig að við tökum þá næst besta kostinn fyrir með virðum stíðin sem maður segir.